Já, klárlega. Þetta alveg fyrir alla, konur og kalla. En því miður erum við ekki alveg nógu margar. Ég vildi gjarna sjá fleiri koma inn. Já, ég sammála því, en hins vegar finnst mér svona eins og unglingarnir hafi kannski síður þolinmæðina sem við, gamla fólkið, hætti mér að segja, höfum. En þú sér það, Íslandsmeistari kalla, hann einhvers staðar milli 60 og 70, búinn að vinna Íslandsmeistaratitilinn oft. Og við erum með spilara hérna sem ég nú ekki alveg viss hvað hann 18-20 ára gamall, Andri heitir hann, og hann rosalega efnilegur ef hann heldur áfram, þannig að það geta allir spilað þetta sem bara nenna og vilja, sko. Góð spurning. Já, við ætlum að fara að byrja að leyfa unglingunum að taka þátt. Það sem rosa flott fyrir unglingana að koma hingað inn, það sem ég sé í því það að ég heimsótti krakkana í félagsmiðstöðvarnar og þetta voru ekki endilega fótboltastrákarnir eða fimleikastelpurnar sem stóðu sig hvað best. Þú veist, þetta einmitt sport bara sem hentar fyrir alla. Þú ert ekki að hlaupa allt á hratt eða geta hoppa hátt í hástökki, skilur við. Þetta svona meiri bara æfing, að sjálfsögðu, ástundun og þeir sem að ætla sér langt þeir komast að. Þannig að í raun og veru þá kynja, á ekki verið neinn kynjaskipting eða aldursskipting, þetta fyrir alla, klárlega. Klárlega, fyrir alla. Ætli það sé ekki bara feimnar, þær halda að við séum rosalega góð og skiluru og svo framvegis og þær eigi ekki erindi hingað inn. En það sem var svo magna núna í vetur, að það var óvissuferð hérna hjá okkur, það kom stór hópur í heimsókn. Úr því varð að fyrsta kvennalið Íslands, taktu eftir, tók þátt hérna í liðakeppninni og þær koma hérna eftir að spila. Þær eru í því að vinna leiki inn á milli af reyndum spilurum. Þær eru hérna bara á gleðinni og aðeins að breyta til. Verður hér hægt að sjá og sólin mun skína og lýsa upp umhverfið og það mun bara hlýna, ekkert okkur mun hrjá. Að reyna að breyta því aðeins að þetta sé eingöngu bjóríþrótt, gera þetta meira svona keppnis og hafa gaman að við viljum helst. En annars erum við að reyna að gera þetta alvöru og stefnum reyndar að því að komast inn í ISI einhver tíma hvenær sem að það gengur upp. Já, við byrjuðum í fyrra hjá Þór og það verður kannski að byrja 10 manns svona í upphafi einhverju gagni, sko. Við erum að fá hérna í kvöld þar sem við erum með fyrirtækjakeppni, það verða sannlega 35-6 manns hérna að spila eftir hálftíma og ég vona að þetta verði bara áfram gott og fjölgi ennþá meira. Já, Marja var að keppa fyrir okkar hönd Íslands. Það voru 2 konur sem fóru út að keppa fyrir Ísland á heimsmeistarmótinu og hún jafnframt líka Íslandsmeistari í tvímenning þetta árið ásamt reyndar konu af Suðurnesjunum eða Suðurlandinu og hún Íslandsmeistari í einmenningi frá því fyrra. Já, það í stigamót í gangi núna þar sem að 4 karlmenn og 3 konur fara suður í febrúar til að keppa Austurlendingan landsliðssæti og ég að gæla við það að við náum allavega einu kallinn og helst 2 konum.